Það er föstudagurinn 17. mars. Vá. Já, þetta ég held ég segi þetta á hverjum einasta föstudegi en tíminn ekkert eðlilega fljótur að líða. Nei. Það að koma apríl, Auðun Blöndal heit ég og siti í mínu sæti beint á móti mér sitja tveir, já, maður ekki fara svo langt að segja vinir. Annar þeirra heitir Stilli. Ég er rétt að vona það. Það var svo langt að segja vinir. Já, hvað er þetta? Þið eru vinir mínir. Þið eru ekki bara samstarfsfélagar. Ég ætla að byrja þér Steindi. Já. Þú varst að opna þér Það leifa þér að spurðu mig aðeins hvernig ég er. Hvernig ertu? Já, þú ert svona góður. Nei, málið það, ég er nú ekki vanur að gera þetta. Já, að drekka? Jú. Jú, en ég er í það mikil stöði og það var að koma páskabjór. Þannig að anskotin hafi það. Ég ætla að leifa mér einn. Já. Og að hætti að dæma mig. Það enginn að banna þér, en hvernig ertu annars? Gott viður, þú Fungur þetta veðri. Já. Já, sólinn er hátt uppi, það er komið vor í pung. Ég er fyllandi góður og fróðandi fítni. Snjórinn er farinn. Já, ég er bara í toppmálum. Já, það manstu, við vorum að skemmta en daginn hjá 8., 9. og 10. bekk og þá kom strákur, hann hefur ekki verið mikið meir en 8. bekk og sagði við að hann var fróðandi góður. Já. Ætlum við ekki svona einhvern veginn að passa það svipað það? Nei, það er hvernig er þetta gamall? 13 ára? Ég er fróðandi góður. Já, ég er fróðandi góður, ég er fyllandi fítni í einhverju fjölskyldubúi. Það er stemning. Ég tek það alfarið á mig. Ég meina, ég er að kenna börnum að segja aldrei er betri. Já, það er ekkert að því, sko. Nei, það er hans skára, ég veit. Ég tók 6 ára krakka og segja hvernig þetta er aldrei í byggi. Það er alltaf lagi. Nei, ég er bara talaðu þú svona þegar þú var 6 ára Egill? Aldrei í byggi. Talaðu ekki bara aldrei í byggi. 6 ára, við ekki hana. Nei, en það varst í skotbolt en þú varst 23 ára. Já, það er nú eitthvað rangt við það. Það er bara mjög Ég ætti líka heim í Kópavogi. Bjóðum úr sem í Kópavogi. En hvernig ert þú Egill? Það er ég, hef aldrei betri. Æ, hvað er gott að ég veist það. Já. Það á einhvern skrítin hátt. Hvað eru við búin að, 3 ár sinna að við byrjum að vera alltaf saman á föstudögum? Já, það ekki. Ég er ekki enn komið leið á að ég heyra þessu fyllandi góður og fróðandi fínir. Nei, við erum það bara. Já. Við erum bara í Reyndar var einn þáttur þegar við vorum með eitthvað fórum við saman þátturinn á 5. degi og þá vorum við ekki góður á föstudögum, við viðurkennum það. Nú, er það? Annars erum við alltaf feskir. Já. Hvað voru að gera? Akkur voru við ekki? Akkur voru við slæmir? Sveppi á nýkom til landsins, við fórum með honum í keilu og sætasvínið og eitthvað. Já, eitthvað sem endaði bara illa. Já. Það gerist. Endum á stað sem við ætlum ekki enda á. Já. Annars ætlum við ekki að fara neitt nánar út í það. Við keyptum í Skeifuna í Hagkaup, ekkert annað. Það sem við erum með í dag er dundur þáttur. Pétur Jón Sigfússon kíkti á okkur fyrir í dag og tók 2 klefa með okkur. Það er alltaf veisla. Já, ég pantaði þetta hjá honum. Ég pantaði Graðamannin. Hann fór í Graðamannin fyrir okkur. Það er einn af mínum uppáhaldskarakterum. Já, hann er náttúrulega bara einn besti karakterinn, sko. Já. Virkilega skemmtilegur. Og svo fengum hann líka í að finna einhverja sem voru að leita hlutum og hann baði að tróða upp í raskata á sér. Já, að sjálfsögðu. Það eru mjög þroskaðir og skemmtilegi liði sem Pétur er með í dag. Já, þessi þáttu gerir fólk bara gáðari. Það er rétt. Svo erum við með hvað stendur. Er þetta spurningakeppnin, Egill? Rétt. Já. Hún á sínum stað. Gaman að því. Hún er á sínum stað og á ég að segja hvað verður. Já, ég var að fara að biðja það. Getur þú sagt okkur King of Drama Queen. King of Drama Queen? Það er Steindi. Ég var það annarkvæmt King of Drama eða King of Drama Queen. King of Drama Queen hljóma gott með King og Queen inn í konseptinu. Já, það er mjög flott hjá þér. Mjög takk. Klefur og gott. Sko málið er að, já, þú segir að ég get unnið þetta. Ég veit það ekki. Það er drama drottningið, sko. Já. Og það er drama kongur. Já, ég er smá drama, sko. En ekkert svona, ekkert að vita. Þetta getur já. Ég held að þetta verið spennandi. Já, þetta getur spennandi. Drama kongur í mér líka. Já, ég þykir þetta alveg dóttið báðir í drama. Það er gott drama. Ég á til að stressa mjög mikið hlutum sem skiptir engum máli. Já, ég er þar líka. En strákar, sérstaklega í útlöndum, ef þið er búin að vera skemmtað með lengi í útlöndum, það getur verið hræðilegt, sko. Já, það er náttúrulega ekki holtur en einn. Mástu við vorum að Benidorm og komum aftur á Fréttablaðinu og ég að fara beint úr dalnum til Benidorm. Já, ég hef aldrei sér mann bara vera minni í sér. Og mástu þau vorum paparazzaðir á Segway í drastlinu. Hættum að rýðum og leiðina hluti hér í stuði. Það var álum skellur. Þeir voru báðir í einhverju túristof með hjálm. Vorum að greatest place on earth. Paparazzaðir. Báðar sögurnar koma að Beni, en það hef ég ekki farið þangað í 5 árum, en ekki farið þangað. Samtur alltaf að drullir hann á stað. Þetta er bara eitt vesti staður á jörðinni. Við erum með Sturlaðar Hrossaskít, Graðimaðurinn, spurningakefni Gilsarans, Íslenskt slúður í dag. Já, það er brakandi fest. Já, það er Íslenskt slúður, það er búið að vera í góðri pásu og það er komið að slúðri. Við getum orðað þannig. Þú sagði mér það var hellingur að gerast á þessari söngvakefni. Já, það er búið að vera margt að gerast náttúrulega. Það er Eurovision. Já, það er svona það helsta kannski í fréttum og það er nýbúið.
Og já, það var vesen þar. Það var vesen baksvið sem hefur ekki spust út. Mér er svo gaman þegar maður getur fengið svona slúður hvað gerist baksvið, beint frá þér. Já. Þú þekkir all liðið sem er þarna. Algjörlega, ég þekki þetta fólk og ég fæ þetta beint í æð. Þú þekkir þetta lið og þekkir hennar frasa. Og mér er treystandi fyrir slúrinu og hérna, já. Þú ert líka með augljósar. Ég er líka með augljósar, já. Það eru verulega augljósar. Hvað stendur hérna? Á þetta bara stöðlag. Skrifar þú illa hér? Sko Ég var væntanlega stöðlag, ég get lesið lag. Þegar þú hleypur á salernið þá fer ég í blöðin og þú getur í gleymt því krotina. að ég sé bara að spila 6 lög með þessum sænska nobody sem þú getur ekki verið að ignora vilja þjóðarinnar því að ég setti á Twitter 3 lög, 4 lög, 5 lög, 6 lög 6 lög fekk 72% atkvæða. Það er eitthvað mest að ég bara kostings og æfni séð. Það er eitthvað jámenn þín að ná flippara, gaman að því. Þetta er 1200 jámenn. Þetta er ekki þjóðin að tala, sko. En sko, málið er þetta miðasala var að byrja núna miði.is á Men Who Hunts for the Base og það var illa gert að fá allan ekki 4-5 lög í dag, sko. Nei, ég skal gera eitt greiða. Fyrst þessi miðasala var að byrja á Base Hunter og skal ég byrja þáttir svona fyrir þig. Wow! Meira færðu það ekki. Nei, svo er það, sko. Þessi drengur heiti Jónas, hann er lúður en þetta er gott lag. Svíþjóð, kallað sig Base Hunter og leiðin til landsins. Til hamingju með það, Egill. Hann er svona hinn sænski video gameboy. Hann er svo Swesthart nefnum bara Já, hann er alltaf í tölvuleikin. Mér finnst það enda eina sem er heillandi við hann. Já, alltaf hann að grípa í pinna þegar hann kemur inn að Ég minnst það ekki óreglegt. Það er ekki Donkey Kong Ég þarf að koma honum á Manswes á okkar mandate. Já, það var fallegt. Það var rosalegt. Video Game Boy verður bæðið vega hitt upp á spot. Þeir getur verið backstage að tala video games. Ég þarf að ná því á upptökur, það er bara hann. Við getum þurft að fara eitthvað annað með hann. Koma þið saman á mandate. Hræðilegt. Mandate. Við ætlum að fara í slúður hér í FM 95 blöð. Já, ég ætla að byrja að segja eitthvað frá því. Við vorum aðeins byrjað að kynna undir þetta daginn en nú er þetta vist bara orðið staðfest. Jennifer Lopez er byrjuð með Alex Rodriguez hafnaboltakappa á New York Yankees. Það er bara öðrum gaur, nýju gaur. Þetta er alveg ótrúlegt. Þú varst að tala um daginn og var eitthvað að slá sig upp með honum. Já, og þau eru bara að byrja saman. Þetta er sami gaur, já, ég held að þetta væri þriðji gaur. Nei, þannig að allt þetta dæmi með Drake, þetta hefur verið bara eitthvað publicity stunt og við vorum með þetta að ræða með henni í stúdíun og þetta voru 2 manneskir sem þyrfti ekki publicity stunt. Þessar myndir og Instagram af þeim saman að kúra og allt þetta. Það var viðbjóður. Já, bara what the fuck. Já. Og afsakið orðbræði. Skrítið. Eftir með einhvern í 3 vikur og byrjar að setja svona myndir. En er hún ekki nokkuð svona, hún er svo virðist hún ásjúk. Já, það er nettur svessi henni, sko. Hún virðist vera ástsjúk sem er ákveðið vandamál, sko. Ég hef nokkra vini sem eru þannig, sko. Það er svolítið spes út Sverrir Bergmann og Binni. Nýhætt með einhverjum og strax komin í samband. Strax. Sumir reynda bara funkar ekki með þessu í sambandi, sko. Nei. En við óskum Jennifer Lopez og Rodriguez allsins besta. Hello. En þau eru ekki búin að setja neina myndir að sér saman á Instagram, þannig að það er ágætt. Ég er nú alltaf í En hún á 2 börn, J-Lo. Ég til þess að vissi það ekki. Ég er alltaf í Team J-Lo samt. Jennifer með blocks. Hún er líka bara töffari og skemmtileg og ég fíla hann í tætlur, sko. Hún á 350 milljónir dollara. Ég finn svo langt að segja þetta hafi verið hennar svona eini feill gagvart mér. Ég veit að hann er drullu sama. En það voru þessar myndir með Drake. Maður var bara einhvern veginn svona og maður hugsaði bara oi. En hún bætti það upp með bíómyndunum eins og Money Train. Það fyrir mörgum að ég er að tala um bara nýlegt. Já, bara nýlegt, já. Hún vill alltaf vera í þessu nýjasta. Já, við ætlum að fara í næsta slúður og það er af henni Kendall Jenner. Sjálfsögðu. Kardashian systir. Þetta er bara nákvæmlega sami pakki og síðustu viku. Þetta er formúla sem leikar ekki. Þetta er sko. Takk fyrir að breyta formúlinu. Nei, sko. Hvað er þetta henni? Ég er með nýja fréttir henni. Akkurala, eitthvað sem er ekki bila, mennur? Og hún er Kendall Jenner er að mínum að flottasta systirinn. Hún er líka Victoria's Secret og bara virkilega sætt og skemmtileg. Hinn er svolítið að falli í skuggan af henni núna. Svona pínu. Hún er orðin stærri en Kimi eða, sko. Svona nánast. En það var að vera að stela af henni. Hún hélt partí á 50-daginn og uppgötaði það svo bara núna viku setna, já, þetta verður þá bara síðasta 5 daga eitthvað. Nei, hún var uppgötaði bara í dag, já. Hverju var enda af henni? Skartgripum fyrir andverið 22 miljón. Að sjálfsögðu. Er alltaf verið að stela þessum systurum með það? Já, en þetta er samt rosalega steikt að bjóða fólki heim í partí og hver fyrir að stela úr herbygginni þínu? Er hún ekki bara, eru það ekki bara stund eitthvað tryggingaskemm? Helviti hverfa þessi skarkir. Þessi á að eiga nóg af peningum hann skoðan hafa. Er Detective Stone frá okkur farin að lesa eitthvað? Já, ég var að lesa um þetta línana, ég meina, jú, fólk þetta er nóg til á svona fjölskyldu, en það er bara ekki nóg.
Nei. Þetta tryggingasvindl? Já, ég fann að halda það. Alltaf einhverjur hringir að hverfa og Ég ætla ekki að stoppa þetta hér, það getur vel verið að segja rétt í það. Ég ætla að halda það fram. En ég er samt sammála Agli okkur að fara að leika sér í einhverju tryggingasvindli þegar hún getur sett inn eitthvað á Instagram og fengið jafn mikið peningur eða sko. Okkur að fara að hendi eitthvað svona rugg sko. Svo það síðasta slúðrið og svona af þessum þrem og þá þetta svona mín uppáhalds, það hún Adele. Já. En hún var að lýsa því yfir að hún má ekki vera á Twitter. Hún með leynilegan Twitter-aðgang því að umboðsmaðurinn hennar banna henn að vera með sinn eigin Twitter-account því að hún svo málgefin og segir oft hluti á hans að hugsa máli. Já, þannig hún vildi bara meina að hún væri búin að eyðileggja rosalega fyrir sig þegar hún væri að tísta drukkinn og annað og Adele snillingur. Ég var einmitt að fara að hendi það. Hún þá örugglega að tísta full sko. Segjandi Já, það alveg hættulegt, en það líka svolítið sjálfur. Hún ekki, talandi að við séum Team J-Lo og allt það, ekki Adele langt mestu töffari en þeim? Bara sjá hann til þessi Carpool Karaoke, hún var að tala búin að vera full af einhverju veitingastaf og byrja að gefa mið og tónleika með sig, bara einhverju fólki að því hún netti ekki að sitja einn og ég dýrka hann, sko, fyrir utan það að ég keypti plötunina, það síðasti disko sem ég keypti. Það smá dólgur í því. Já, ég fíla hann, hún snillingur. En ykkur svona, ef þið hugsið bara hratt ætti að taka Twitter aðgangin af einhverjum fleirum, til dæmis Donald Trump, en ykkur Íslendingur sem þið hugsið bara, herðu, hann ætti ekkert að vera með Twitter Trump ætti náttúrulega definitely að missa sko, það er gaman að hafa Trump-barn á Twitter. Hann vaknar reiður og setur eitthvað drastlinn og lengi lesi yfir það og hann fórsetið Bandaríkjanna. Það er entertainment í því, sko. Já. Hann skemmti manni margótt. Hvaða Íslendingur ætti að sleppa það frá Twitter stundum? Einhver Íslendingur? Hver fyrir alltaf fullur og reiður og setur eitthvað inn og dílítar síðanlega og vaknar þunnur? Erum við enga þannig Íslendinga? Eða hættir á Twitter bara? Tekur sér út það satt ekki í þessu. Nei, það er enginn sem poppar í fljótu. Enginn sem poppar í fljótu sem alltaf að henda einhverju inn og eyða, sko. Íslendingar fannst Sumir eru sem drunk tweeting, sko. Maður sér alveg þegar menn eru búin að vera að drunk tweeta, það fer ekkert að milli mála, sko. Svo ég vaknar daginn eftir bara hvað hann skotna var ég að setja einhver almáttur. En þetta var slúðurpakki dagsins, var hann ekki með nokkuð þéttur? Bara ljómandi fín. Byrjaði hann að rakka niður stendi, það var ekki fallið þar. Við förum hér eftir smástund í Graðamanninn og hvort myndur frekar. Það í tísku að læra þýsku í Deutschmobil. Þýskibíllinn Volkswagen Tiguan geht auf eine Reise og heimsækir grunnskóla víða Ísland. Þýska sendiráðið í samstarfi við FM 957 hvetur unga fólkið í grunnskólanum til að læra þýskur. Sprechen Sie Deutsch? Ja, mein Name ist Thomas und ich komme aus Berlin. Þýska spennandi og að tala þýsku getur græjað fyrir þig ótal tækifæri til framhaldsnáms og vinnu. Fylgstu með á FM 957 sem fjallar reglulega heimsóknirnar. Bæði í dagskráni og á Snapchat frá 13. til 22. mars og einnig á Facebook-síðu Þýska sendiráðsins. Taktu þátt í spennandi leikjum þar sem þú átt möguleika á að vinna glæsilegt Braun hársnittisett frá Ormsson. Aðalvinningurinn svo ferð fyrir 2 til Berlínar með WOW Air. Þýska málið í grunnskólum landsins í samstarfi við Þýska sendiráðið, WOW Air og FM 957. Úrvalsnautakjöt, gátaostur, bacon, sveppir, barbecue-sósa og chili mayo. Þetta Memphis á Grill 66. Við erum á Ólís. Apple TV framtíð. Ekki vera ferköntuð. Epli, Laugavík og Smáralind. Fornabróðis kynna. Frá þeim sömu og færð okkur Godzilla. It's time to show that man is king. Kong, Skull Island. Run! Frábær skaptur af hasa, spennu og ótrúlegum brellum. You shouldn't come here. Mynd sem þú verður að sjá í bíó. Kong, Skull Island. Komin í bíó. Pantaðu míniborgarana okkar á netinu. Það verður sko engin gannislagur þegar Gunnar Nelson mætir Alan Juban í búrinu. Bardaginn á lengjunni. Tippað á hann. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Gleðilegan St. Patrick's Day og einsás afmæli The Drunk Rabbit Irish Pub. Hátíðarhöld alla helgina. The Drunk Rabbit Irish Pub, Austurstræti 3. Boss Bacon komin aftur. KFC. Kæru íbúar Marklands. Héðan í frá mun allt breytast. Þessi stund ykkar stund. Hún tilheyrir ykkur. Við munum gera Markland frábært aftur. Lýsum upp skammdegið.
Mikið úrval af ljósum fyrir iðnaðarmanninn í verkfærasölunni erum núna á 2 stöðum. Verkfærasalan Síðumúla 11 og Dalshrauni 13 Hafnarfirði. St. Patrick's Day og einsásafmæli The Drunk Rabbit Irish Pub. Hátíðarhöld alla helgina. The Drunk Rabbit Irish Pub, Austurstræti 3. Komdu á Lokal og útbúðu þitt eigið salat. Möguleikarnir eru endalausir. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. The Weeknd, ég veit ekki hvað hann finnur að sé á leiðinni. En ég fíla þennan tónlistamann. Hann svona svo ungur Michael Jackson. Ég var mikill aðdáandi Jackson. Hvernig fílaði The Weeknd? Mjög vel. Ekki? Já. Það er ekki annað hægt. Ég ekkert einn heima að fá mér rauðvín og setja hann á. En Nei, ég ekki heldur. still ekki af honum samt þegar í bílnum og dettur á. En ertu einn heima að fá rauðvín og hlusta á Basshunter Já, eða ég veit skúter? ekki það. Þegar ég er heima einn og ég er með rautt, þá set ég á Russia Privet með Basshunter. Ég er ekki að ljúga. Enda veikur. Það er komið að dagskráli hér í FM 95 Blöð sem heitir Hvort myndirðu frekar? Já. Tilbúin í það, drengir? Já, við erum klárir. Það er eitthvað, það er gríðarleg stemming í okkur. Já. Og það er margt, ég fór að hugsa okkur er svona mikil stemming í mann. Það er margt að spila inn í. Það er gott höfður. Það er að koma apríl. Það er árshátíð 365 á morgun. Já, það er mjög skemmtilegt og Gunnar Nels er að slást. Já, og við ætlum að fara betur Og í það það er líka komið basically, svona, mér líður eins og sé komið sumar. Mér líður það. Þegar ég vakna á mótnana klukkan, 06:45, það er bjart og þegar ég kem heim á vinnunni klukkan 7, það er ennþá bjart. Ég veit það er alveg ótrúlegt hvað það gerir mikið fyrir mann að það sé bara bjart úti. Þú þjáist nú ekki af þunglindi, þá er það lífgarð upp á daginn. Já, sammála því, en það er komið að hvort myndirðu frekar, eru þið tilbúinir, drengir? Við erum klárir. Fyrsta spurning, hún tengist að því að eins og ég var að ræða hér áðan, það er árshátíð 365 á morgun. Hvort myndirðu frekar? Af því að nú hafa allir, svona flestir fara á árshátíð og skitið á sig. Já, sko, býttu nú við. Það var nú ekki flestir skitið á sig. Það er ekki alltaf bara svona 2 sem skita á sig á 3-4. Já, einhvern tíma satt yfir lífsleiðina. Já, ég veit að tala um. Þá gerður þau að fýbli. Já. Allavega, ég er ekkert að tala um að það voruð gjössalega til skammar, en gert einhvað sem þú séð eftir. Já, ok. Það er alltaf einn reyður sem fer á yfirmannin sinn og svona ætlar eiginlega í hann þegar hann er fullur. Já, því ég oft séð það. Þú veist þetta, þegar ég var að vinna í IKEA, þá var alltaf einhver lagergómur sem var komin á yfirmann vörumátöku, sko. Ég get ekki nafngreint eitt snilling í okkar fyrirtæki, en hann sagði að ég get ekki sagt þetta. Ég segi við nafngreinum allt. Nei. Það er ein lína sem var sögð við með einu svona fyrirtæki af manni sem var alveg komið vel í glas og komið í stemming og sagði, herðu, þetta er Hvað er með þetta? Hann sagði, þetta er mjög hundleðilegur en ég myndi ríða þér. Þess á gæi elskar hann kallmenna. Já, fyrir kallmenn, ok. það er komið að hvort myndirðu frekar og það er árshátíð 365 og ég spyr ykkur, hvort myndirðu frekar vilja deyja af áfengisdauða á árshátíð? Já. Og allir, kannski ekki allir, það myndir nást myndir af því. Já. Það er alltaf skellur. Dauður, sem að hefur pottet oft gerst. Alveg pottet. Eða myndir frekar vilja vera að pissa úti. Já. Eins og menn gera ásatið líka, það er klóstið fullt. Já, ég stundar mjög mikið af því. Og það næst mynda ykkur að pissa á hlið. Fattur hann að sé svona smá í putta og fermingafélag. Já, svona pínu, en ekkert eitthvað, ég er ekkert alveg up close. Nei. Eru báðar sem myndir viral á Twitter, eða? Já, svona, ég segi ekki viral, en myndir fara inn á Twitter, já. Svona, eru að tala um svipa reach og þegar Hjöppi hljópa allsbyrnu stúkun á EM? Ég er ekki að tala um viral sensation, en ég er að tala um svona ágætis dreifing. Ekki það mikið geðviki svona? Nei, sko, það er náttúrulega... Hvort er verra? Þetta er bæði hrikalega, sko. Þetta er hrikalega. Og fyrra algengara. Og það eru til myndir af fólki sem fæ sér aðeins svo mikið í tanna á ásatíð og sopnar á borðið eða út í hornið eða eitthvað. Já, ef þetta er mynd úr fjaska, hitt er alveg nærmynd. Já, hitt er svona bara svipa og ég að þér núna og svona 3 metrar, 2 metrar. Já, þá ég væri bara liggjandi fram á borði, bara alveg búinn á því. Og ég ætti búið að tússa á mig. Nei, ekki búið að tússa, eða þú liggur svona, sérðu, bara í stólnum með baki alveg, tekur þennan hérna, liggur alveg bara... Með tillan úti þá eða? Nei, þetta er hinmyndin. Já, það er hinmyndin. En ekki búin að æla á sig eða eitthvað? Nei, ekki þannig. Ok. Svona af starfsmönnum FM,
þá var ég Rikki líklegastur í að lenda í einu fyrra. Já, eða báðum tilfellum sannlega. Já, kannski. Þú voru með jólapílunni og rauða ljónunni í Nesi. Þessna sagði þetta, Rikki sopnaði þar inn á klósti. Og lítil börn að poti hann. 21.00 hann var hún ekki orðið 9 klukkan. Hann dó fyrir utan rauða ljóni. Ekki hlusta, hann var engin krakki með prika poti. Það var fyrir aðtöða bara lífsmarkt á það. Og þetta var klukkan 11. Já, hann var dá klukkan 9 kvöldi. En hann var gift niður með hann. Rikki, mér finnst það samt, Rósa Rikki svona, mér finnst hann ekki jafn mikil hænur sem hann var. Nei, hann er búin að skána. Hann er aðeins að herða sig í drikkjum. Líka ánægði með því að hann sé ekki búin að kasta handkláð að fara í meðferð, sko. Ánægði hann sé ennþá að... Rikki er ekkert að gera neitt af sig þó Ég vil helst ekki missa Rikka í sloppin. Nei, það var góður sóltjött. Ég var hægt að tala um Rikka og fá svar. Hvort veljið þið? Sko, mér finnst þetta bæði alveg ríkalegir valmöguleika maður. Þú vorst að taka hana? Ég er búin að ákveða þetta. Þessu full, ertu með rockarapissið? Ertu með buxurnar alveg niður á hæla? Já, svona niður á Hvað segir þú einn? Fólk sér þessar myndir. Það tengir þetta, hugsa bæðiskipt hugsa fólk djöfis fyllibetta. Það hugsa að þú horfður að míga og þú döður. Það tvennu ytri fólk sem hugsar, ok, fyllibetta, þá vil freka bara vera sofandi eitthvað stöður. Þannig ég segi degi áfengistöð. Já, ég ætla að vera sammála. Mér finnst suppulegra að vera míga utan í hús með skyrtuna upp úr og þú ert bara það er samt algengar. Ég held nefnilega, ég myndi freka taka það. Já, heldur að vera dauður á einhverju borði og ásvætti. Það áttu bara sofandi og ef einhver hann úti sko ef þú ert að pissa þá ert allavega ennþá í stemmingu. En það hafa allir lendi þessu einhvern tíma að drukja of mikið og dáið áfengistöð sko. Fólk skilur þetta. Ég held að það var enginn að dæma þig. Ok, hvort myndið frekar fara á ball með beisöndur eða skúter? Shit! Þetta er verið spurning sem ég fengi þessi spurning fer eiginlega bara í ærangifa shit með uppuna minna. Ég gæti ekki verið saman. Nei, ég gæti ekki verið meira saman. Ég fór á skúter náttúrulega í höllinni. Já, herðu, en býttu ákveður skúter að fylla höllina en beisöndur á spott. Ákveður fór beisöndur ekki bara í staðaskála? Hann hefði getað fyllt kórin eða hann hefði viljað það sko. Hann bara kíkir hann á Ísland. Hann hefði viljað það? Ef hann hefði viljað það. Hann kíkir bara hérna á klakan og kann að meta Íslandingin. Þetta er nákvæm okkar. Vill halda 2 lítil svona net gig. Ég er að byrja þér að þetta fór í don't give a shit með þennan stendi. Hvort tekur upp beisöndur eða skúter? Þetta er svo spyrjað bara viltu kúka eða skít. Þetta er mjög erfið spurning. Nei, þetta er svolítið viltu kúka eða skít. Ég ætli ekki basöndirinn. Víst hann er að koma og peppa það eins. Peppa það eins. Ég er alltaf búin að fara á skúter sko. Aldrei séð beisöndir. Ég hef séð beisöndir sko. Ég hef hort á hann spila. Ég var að fatta það núna. Það var á NASA. Það var einhvern tímann það fór í með Bente eða eitthvað, Rottvalurhundar og beisöndir voru að spila saman á NASA. Okay. Nei, það er ekki 2006, það var bara, þetta er ekki það langt síðan þessu. Sko, beisöndir á svo rosalega mikið að góðu lög. Herri, ég döðs ég eftir þessa spurningu, ég ætla að fara hérna í síðustu. Og ég ætla, má ekki velja þetta? Já, bara kottu með það þá. Ég ætla að velja Jónas. Þú velju Jónas, frekar en skúter. En sko, en Baxter átti ammæli í gær og þetta er ekki mannverning. Hann átti ammæli í gær. Hver er það, Baxter? Það er söngvari skúter. Hver er Baxter? Hversu mikið eftir allt niður þig? Jésús. Síðasta spurning, ef þið ætti að fara út á lífið, þetta er það, hvort myndið frekar fara út á lífið með Guðna TH, fósett Íslands, eða Davíð Oddsson? Þetta er endar auðvelt fyrir mitt leti. Nú, hvernig þetta velja? Sko, við tókum viðtalið Guðna á daginn og það kom alveg ljóst þar að hann fær sér einn og einn kaldan eins og hann sagði. Já, að meðan Davíð Oddsson það liggur í. Og Guðni er hérna mjög almennilegur náungi, ég er mjög ánægður með hans sem forseta. Hann er ekki samt hérna, hann er ekki the class clown sko. Meðan Davíð er það. Já, meðan Dabbi er sko mjög góður ræðumaður og hann er mjög fyndinn. Davíð hann er húmoristi. Og Dabbi getur líka alveg hellt í sig, þannig að þetta er auðvelt Dabbi Odds hjá mér. Steindi? Já, ég sko einmitt, ég er svolítið sammála agliðana, ég verði að vera sammála honum. Já, færum ekki með Dabba. Jú, hann er trúðurinn sko, hann er svona trúður. Já, samt ótrúlega svona, þegar ég hitti Davíð Oddsson, þá finnst mér stundum eins og ég hitta Darth Vader. Ég veit ekki hann og maður bara svona, fuck. Já, ílskan upp. Það er vera intimidating. Já, intimidating. Ég er sammála aglið, sko, hann alltaf var alltaf í útvarp Matthildur, hann er alltaf útvarsmaður, gamall útvarsmaður. Þú getur bondað við það. Húmoristi. Guðni er svo svakalegur reglumæður.
við erum það blauti félagarnir. Við þurfum að fá okkur svona. Já, en það er erfitt að velja að sko, Guðni náttúrulega algjör fagmaður. En ég erum ánægð með það. Já, en að fara einhvert að blinda fyllir með einhverjum, þá held ég að Davíð væri betri kostur. Við ekki Sammála því. Hér kemur svalasta lag landsins þessa stundina. Það er sonur okkar Aron Kahn og hann er með fulla vasa. Aron Kahn hér á FM 957. Geggjað lag. Já, þetta er geggjað sko. Þetta er eitt af mínum uppáhalds. Og ég á nú mörgu uppáhaldslög með honum, en þetta er svona, já, þetta er eiginlega bara uppáhaldslæg með honum. Fullir vasar, en við vorum að ræða áðan að það er nóg að vera helgina. Það er ásatíð og svo er náttúrulega Gunni Nels að keppa á morgun. Gunnar. Og það er ekki hár stöðullin á Gunna, 1.20, á hann að rúla þessum gaur upp. Já, sko 1.28, 3.75 á Alan Juban sem er Beautiful Man. Sko, málið það. Er hann hvað? Beautiful Man, hann er módel. Sko, málið með Alan, eða Alla eins og ég kýrsa kallan. Sko, hann er það, hann er módel. Ok, ég segir. Versace módel, já. Ég næði því, Egil. Og sko, ég Gunni ætti sko tæknilega og tölfræðilega. Hann er meðlumar. Sýna þér að mynda. Nei, ég er góð. Við þurfum ekki að tala. En viltu sjá hversu fallur hann er? Ég sá hann hérna á einhverju blaðamannafundi. Gunni er vonandi að fara að kýla í það andlit mjög mikið. Sko, Gunni er miklu líklegri. Já, ég sé hann. Hvað er að þér? Við getum orðað það að Gunni er rankaður í 9. sæti. Þetta er venjulegur gaur sem þessi mynd hérna. Styrkleikalista. Þetta er venjulegur gaur. Það er ekki þetta er fála. Nú hætti að sína með myndir á hann. Af hverju þessi gæi í færing? Af hverju ekki bara í þessu? Hann er í Í modeling. Hann er í þessu máli. Mér finnst hann samt ekkert eitthvað, hann er ekki Ryan Gosling. Ég get ekki slegið þennan manni andlitið þegar ég var að mæta honum. Hann er bara það myndalug. Alla muni ekki líka bara Gunnar, bara kirkjan frekar. Já, sko, málið það. Ég er búin að stúdra hann að barda mjög vel. Og þessi gæi sem hann er að fara að keppa við, á blaði ætti Gunni að valda yfir hann. Og hérna, þessi gaur er rankaður, hann er ekki svo rankaður. Hann er einhvers staðar kannski rankaður 30-40 á listan, meðan Gunni er í 9. Gunni fekk ekki betri barda, hann er búin að vera lengi burtu og menn hann á að vinna. Aðri voru uppteknir og svona. Hann á að vinna, en ég er búin að vera að fylgjast svolítið með þessu og skoða vídeoblogg eftir hann og fylgjast með inn á þessum MMA fréttasíðum og við getum orðað þannig, þessi gaur er að koma, hann er búin að vinna 3 síðustu barda og frekar sannfærandi. Hann er að koma heitur. Hann er að koma heitur inn og það sem hann ætlar að gera er að ef hann vinnur þennan barda, hann er búin að biðja top 15 gaur eða top 10 gaur endalust, hann er núna búin að fá hann, Gunnar Nels, og ef hann vinnur hann barda þá er hann komin, fer hann upp á hann lista, verður með þeim bestu og það er svona, hann er gamall með við sportið, hann er honum 35-6, engin aldur, hann þarf þetta, það er engin aldur og hann veit það, hann er að fara að koma ógeðislega grimmur til leik, þannig að ég vona, en Gunni ætti að vinna þetta, hann þarf bara að vera með hausinu í lagi og klára þetta. Og þessi barða verður sjálfsögðu sýndur í beinni í Keiluhöllinni, þar sem að verður gríðaleg stemming og já, ég veit fyrir víst að það er 2 fyrir 1 á öllu á barnum, hjá Simma King Simma Vil og Smirnoff flöskuborð með blandi á 18 krónur, sæti í Karlsbergstúkunni á 1500 krónur og ég veit ekki hvað og hvað, þeir getið pantað pláss á Keiluhöllin @keiluhöllin.is og ég lofa ykkur að það verður gríðaleg stemming. Verður King Simma Vil á rútunni? Já, Simma er alltaf á rútunni og skullar liðinu heim. Já, áður við slúttum hérna þessari innkomu þá ætla ég að segja hérna við í FNÍ við höfum komist að niðurstöðu með hvernig við ætlum að gíska á þetta. Við höldum að þetta fari það er ekki strákar henging í annar lúti. Ég veit að Gunnar hlusta þess að ég mæli með þetta, hann er að mæta sparkara block it every time. Matur sem fær þig til að brosa. Serrano Fresh Happy Max. Tæknilega eru fermingargjafirnar hjá okkur. Vodafone býður upp á fjölbreytt úrval á flottum vörum til fermingargjafa. Snjallsíma, hátalara, heyrnatól, leikjatölfur, símahulstur og margt fleira. Vodafone. Við tengjum. American Bar kynni næstkomandi föstudagskvöld St. Patrick's Day. Matti Matt og Pétur Jesú verða með tónlistin á hreinu á meðan að þú skólar niður Guinness sem verður á 800 krónur allt kvöldið. American Bar. Staðurinn þinn. Mamma, tjekka adidas.is. Glænýr sýningarsalur á samt stærra og betra útisvæði. Höfðabílar, Fosshálsi 27, Draghálsmegin.
Manchester City Liverpool í beinni í Keiluhöllinni Sportbar. Boltatilboði við leiknum og borðapantanir í síma 511 5300 eða á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Mun Liverpool halda uppteknum hætti og rústa stórliðum eða koðna niður og láta raskjafna sig. Keiluhöllin Sportbar, af því að það er svo gaman að horfa saman. Sendum matinn heim til 10 á virkum dögum og 3 helgar. Bara í mosa. Hvíti riddarinn. Universal kynnir spennumyndina Get Out. Úr hugarheimi Jordan Peele kemur inn óvæntasta mynd þessa árs. Myndin hefur fengið einróma lof gagnrýnenda og fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Something is weird. Get Out. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. American Bar kynnir næstkomandi föstudagskvöld St. Patrick's Day. Matti Matt og Pétur Jesú verða með tónlistin á hreinu á meðan að þú skólar niður Guinness sem verður á 800 krónur allt kvöldið. American Bar, staðurinn þinn. Góð þjónusta. Epli, ekki vera ferkvönduð. Epli.is. Norskur prins, ítalskur marmari, belgískar franskar. Reykjavík chips. Jagermeister og Túborg kynna. Hún heter Anna heter hún. Forsala í partí aldarinnar hefst á föstudaginn. Base Hunter verður á spott föstudaginn 24. mars og í Sjallanum Akureyri laugardaginn 25. mars. Miðasala hefst föstudaginn 17. mars. Athugið, takmarkaður fjöldi miða í boði. Verið á tánum. Be happy. Captain America og súkkulaði shake. Roadhouse. 5 í fötu. Það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Smokers með lagið Something Just Like This. Þeir að hlusta hér á FM 95 blöð og okkur ég farin að leggja saman 2 og 2 og áttamaður hvað við erum að fara í. Nó, býttu okkur, segir það. Okkur ekki G komin inn. Nó, er ekki dagskrárstjóri? Býttu, í fyrsta lagi hann dagskrárstjóri á stöðinni. Hann alltaf í húsi, hann var að labba hérna framjá og ég var, hei Rikki, viltu koma og kíkja á okkur og... Já, nú ég bara búin að vera í þessum þætti 5 ár og þú hefur ekkert verið að kíkja hérna inn þó sést eitthvað dagskrárstjóri ekki vera... Nó, ég bara... Þá bullshit, sko. Nei, ég bara hugsa allt farið vel fram hérna og... Hann dagskrárstjóri. Hann dagskrárstjóri. Já, ég veit það, en við erum greinilega að fara í augljósar fyrst að hann komin og... Erum við að fara í þær? Og Jáman... Í halvörunni? Sko, málega það vill svo vel til... Herra, þú gerir ekki bara eitt fyrir mér ekki. Hérna, þeir eru búin með þáttinn núna og gera eitt, en að koma með mér hérna í eiguna, hitt stúdíóið og taka upp hláturinn og við getum bara spilað hann undir það því að þetta er svo gerfilegt og afstæðlegt hvort þið er. Herðu, þið finnst þetta ekki svona fyndið, sko? Sko, herðu, ég skil ekki þetta vesenið það. Hann var bara að labba hérna inn, það vill svo skemmtilega til að við erum að fara í augljósa staðreyndir. Því líka veisla og er það jóki tímasetningu? Þetta er bara geðveikt tímasetning og Rikki, ég ætla enn og aftur, bara takk fyrir að vera þetta. Mér finnst það bara heiður að hafa þetta. Hringdur í Rikka og sá hann fyrir koddin í stúdíu kl. 16:40. Nei, við bara, ekkert svoleiðis. Hann var bara að labba framjá og ég segi Klárum þetta rugl. Já, heyrðu, við getum ekkert byrjað á þessu fyrir þú setur bettan á, kallið minn. Já, það eru sorry með það. Sorry með það, þú veist alveg hvað þetta er. Mr. Selfridge. Já, ég Hvað heyrir hann? Hvað heyrir hann? Já, hvað heyri ég ekki í honum? Hann er að koma hérna. Nú er það? Já, hann er hann. Það er hann. Er nú að hátt í honum? Já. Mér finnst það eitthvað lærri í honum núna en vann. Já, ég er pínu sammála því. Hann er botni. Botni yfir og kíktu. Býttu, ertu pirraður árin í byrja? Nei, mér finnst bara svo skrýta okkur að Rikki þurfa alltaf að koma og vera með þér í þessu. Já, hann þarf ekki alltaf að vera með mér í þessu. Hann bara vil svo skemmtilega til að hann var að labba framjá. En hann er kominn og við skulum taka honum fagnandi. Þá er komið Rikki, erst þú klár? Ég veit þú ert klár. Ég bara get ekki beðið, sko. Egil, þú ert klár? Ég bara get ekki beðið. Auðun Blöndal. Ég er yfirleitt mjög peppaður í þessu, þú Rikki segir vel það. Já, Egil elskar þetta. Auði, stærsta spurningin hér af öllum spurningum ert þú klár? Ég get beðið, en já, ég er klár. Meira bara hvað er að Rikka, sko. Ok, býtu hvað, að setja salt í auguna gerir það ekki betri starffræði? Nei, það er bara þannig. Augljós staðreynd. Fyrir mér er þetta rosalega augljós staðreynd. Það er bara svoleiðis. Þá er komið að annari augljósri staðreynd dagsins og hún hljómar svona: skjaldbökur eru ekki góðar í körfubolt. Það er svo hægar. Er það svo hægar? Hversu langur leikur er þetta?
Ég meina það hafa heldur einhver æfinga aðstöð. Hvað er að klæða sig í búningin? Þetta er bara mjög augljóst þar. Getur líka ekki haldið utan boltan. Nei, sko, hann er ekkert að taka það inn í dæmi. Já, þau geta heldur ekki haldið utan boltan. Nei, þar koma hér. Egil þurft að hjálpaði með þetta. Boltin er stærri en það, sko. Já, en ég meina, eins og ég segi, það eru helviti hægar og það er ekki aðstæða fyrir skjálpingur. Það eru dreftuð ekki, Rikki er mjög gaman sín. Mjög ánægður. Líðið yfir hann. Kolm bara eldrauður í framan. Hann er bara ógeðslega gaman að þessu. Ekki vera að hata á það. Auðvitað, ertu klárið þriðju? Ég er klár. Þriðja augljósa staðurinn dagsins, hún er mjög augljós og hljómar svona. Tíminn flýgur ekkert hraðar þó þú hendir klukkun út um gluggann. Tíminn, þetta er náttúrulega bara eðlisfræði, 100%. Þessi var ekki það góð. Þetta er svona, þú veist hvað, ef þú myndir taka úrið og henda út um klukkan og 100 km hraða, þá er þess að tíminn er ekkert að líða hraða, fattur þú? Úrið bara, það myndi örgulega bara skemmast myndi ég halda. Þetta er þriðja augljósa staðurinn, þessi var mjög góð. Frábær, alveg frábær. Þá koma fjórðu augljósi staðurinn dagsins og já, hún gæti verið eina mínum uppáhalds frá upphafi. Hún hljómar svona: þú ert mjög líklega einmana ef besti vinuðinni sinn. Augljósa staðarindir í dag og svo er ein spurning, augljós spurning. Ertu klár í hana, Uti? Já, ég er klár í hana. Hún er til þín. Ok. Og ég spyr, hver er munurinn á pappaðinum og Magga Mix? Hver er munurinn á pappa mínum og Magga Mix? Já. Hellingur. Eins og hver? Eins og hver? Já. Maggi Mix er hann er yngri. Nei, ég er ekki að leita því. Maggi Mix er netstjarna, ekki pabbi minn. Rétt, en nei, ég er ekki alveg að leita því. Bloggari. Gefstu upp. Gefstu upp, það er alveg sama hvað ég segi. Þú finnur alltaf eitthvað nýtt. Hver er munurinn á pappa og Magga Mix? Pappi þinn spila bridge. Run them, run them. Run them like run them, run them. Það held ég þér að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og það er komin góður gestur í stúdíóið og já, góður vinnu þáttarins. Það er engin annar en Pétur Jóhann Sigfússon eða hvað kallar þið núna í dag, Pétur? My man Peter Johan. My man Peter Johan. Yeah, man. Johan. Sælir félagar, hvað segir? Það er langt síðan þú hefur komið. Allt og langt síðan. Það er svo mikið að gera þér. Já, nei, í rauninni ekki. Nei, ekki? Nei, þið bara einhvern veginn hafið svona náðu að forðast með einhvern veginn. Ég er alltaf til, sko. Já, ég er alltaf til að fá þig. Já, þetta er bara, þetta er veistla. Nú er Pétur Jóhann komin í stúdíó. Já. Og hvað er að fara að gerast? Ég ætla að henda honum í graðamannin. Hann fengið svo góða pásu. Já, bara einn af mínum uppáhaldskarakterum of all time. Já. Eru þið vissið með það? Já. En finnurðu mikið af sjálfum þér í karakterinum? Í graðamannum? Já. Engin munur á þeim, sko. Það greinast. Fyrir ykkur sem hafa aldrei heyrt graðamannu þá hringjum við eitthvað skrítið síndal og það er svona Pétur er að leika mann og skrítin hlutar æsa hann. Svona, þú verður alltaf æstar og æstar, engin dónaskapur beint en bara svona. Þetta er svona astanlega hluti sem komaði til, sko. Hvað er að vinna með í dag? Já, ég veist alltaf svolítið gott að ringja bara í einhvern bónda, sko. Einhvern bónda? Sjá bara hvert að leiðir mig. Eitthvað farið í eitthvað sem er að selja eitthvað og svona létta. Já. Hér er ég með einn að selja skóta Octavia, herðu hérna er eitt, þrískera plógur þryggjum. Þessi hérna hann er að selja 12.000 lítra heimasmiðan skítatang. Þetta er gjöf. Þetta er gjöf. Þetta er gjöf, sko. Ringjum í þennan. Ég ætla að ringja hann býtum að segja. Erst þú ready í það? Ég er alltaf tilbúin. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla að spyrjast fyrir hérna skítatangi að vera. Já. Heimasmiða svona 1200 lítra skítatangur. Já.
Þetta er 12.000. Hvað segir þau, 12.000? Já. Og smíðaði þetta sjálfur eða hvað? Nei. Hver smíðaði þetta, veistu það? Þetta var í Landeyjunum, sko. Skilji. Og hvað, ertu búin að eiga hann leikja? Já, ég er mjög lítið notað, sko. Já, ok, þetta er góðu tangur. Já, ég hendi að það var aðeins að klappa, það rörið hann aftan aðeins, það var aðeins að klappa honum smá í, sko. Aðeins að klappa honum, já. Já. Skilji. En það er, sko, dælan og það drast er allt nýtt, sko, hann að... Já, dælan, byrju, hvað gerir hún? Sem að dreifir skýttum á túnni, sko. Já, skilji þá. Er hún alveg í lagi? Já. Það var nýbúið að fara í hann alltaf og... Nýbúið að fara í hana, hvað er það? Já, þannig skilur þú veist, þetta er bara svona svo stúmar að, þú veist. Já, skilur. Það er svona legur, þú veist, að brösta í þessu. Það er sem búið að laga það alltaf. Já. Gerðir þú það sjálfur, það? Nei, það var nýbúið að gera það þegar ég tók hann, sko. Já, ok. Þá fór ég bara, tekið mér hérna svona sögur, sko, hann. Sögu? Högsugur. Sem þú fékkst þér? Já. Hvað segirðu? Þess vegna er ég að selja hennan, sko. Já, veitu, en er þetta að selja þess að sögu þarna líka? Nei. Nei, þú ert að nota hana bara fyrir sjálfa eitthvað? Já. Já, ok, og í hvað er þetta að nota? Hvað er hún að sjúga? Það er bara, skít úr haugusinu. Hvað segirðu? Það er bara skítin úr haugusinu. Skítin úr? Úr haugusinu. Já. Þannig að þú ert ekki að nota hana á sjálfa eða þú veist, nei, ég meina, svona fyrir þig? Jú. Að sjúga líka, hvernig þá, hvað er þetta? Nei, hann bara sigur maður skítin upp í haugusuguna í rauninni og dreifur á túnni. Já. Hó, já, ég skil þig. Já. Og hvaða skítur er þetta? Hvaðan kemur þessi skítur? Hann kemur náttúrulega bara á kúnum. Já, frá kúnum, já, ég skil þig. Þannig að þetta er ekki skítur úr þér eða eitthvað þannig? Nei. Já. Herðu, ok. Hvað heitir þú, fyrirgjöðu? Auðun, já. Ok. Og hvernig eru menn klæddir þegar menn eru í þessu? Að sjúga þetta? Þokkalega. Þarf maður að vera í hlíðafötum með það? Þeir geta verið allsberi líka, sko. Getur maður að vera allsberi í þessu? Já. En ekki í neinu galla, bara alveg allsberi, eða? Já, þú ræður því. Getur maður ráðið því? Já. Og líka þegar maður er að sjúga þetta, þannig, skítinn? Já. Og verið bara allsberi í því þá? Já. Auðun. Það er málið. Nenna að segja einu svona að getur verið allsberi í þessu? Nei. Nenna að segja einu svona en bara? Nenna að segja bara sjúga skít, allsber? Þetta er gott að þessu. Hvað segir Auðun? Þú sefur á þessu. Já, ég sefa á þessu, ok, ekki máli, takk. Já, takk, bæ. Wow. Þetta. Sefur á þessu. Þú sefur á þessu, sagði Auðun. Hann vildi bara koma. Wow. Þetta var rosalegt, maður. Já. Þetta, bara hann gati ekki, þú veist, öll orðin sem hann sagði. Nei, sko, hann byrjaði að fatta hvað var að gera. Já, mér er alveg sama, maður. Nei, sko, ég er að tala hann byrjaði að fatta að þú varst að fá það út úr þessu. Já, bara. Hann bara, nei, herri, ég segi það ekki eftir. Nei, herri, já, þú sefur á þessu. Auðun 10 stig. Við á Walk-On eigum ekki djúpsteikingapott. Walk-On, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Lykill að farsælum viðskiptum. Hof Fasteignasala. American Bar kynnir Jack Friday. American Bar. Staðurinn þinn. Ibuprofen Brís. Í næsta apoteki. Ibuprofen Brís. Er ekki komin tími á alvöru trít? Komdu til okkar í Juice og samlok. Joe and the Juice. Mamma, þú har skonna á adidas.is. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Gunnar Nelson mun berjast á laugardaginn í London. Keiluhöllin verður með bardagana sjálfsögðu í beinni útsendingu. En ekki hvað?
2 fyrir 1 af öllu á barnum frá 9 til 11 og Smirnoff flöskuborð með blandi á 18.000 krónur. Sæti í Karlsbergstúkunni á 1500 kall að þú vilt verið í þægilegasta sætinu. Þetta einfallega bardagi sem þú verður að sjá með mikið af fólki í kringu þig. Pantaðu þitt pláss á keiluhöllin@keiluhöllin.is eða síma 511 53 00. Keiluhöllin Sportbar, þú þarft ekki tannhlíf. Sælgera samlokubakkarnir á Lemon eru fullkomni fyrir allar tegundir viðburða. Fundin, partíð og já, fermingarveisluna. Fáðu Lemon til þín. veisla@lemon.is. Ert þú í rekstri? Kynntu þér símaþjónustu símafélagsins. símafélagið.is. Þú færða á adidas.is. American Bar kynir næstkomandi föstudagskvöld St. Patrick's Day. Matti Matt og Pétur Jesú verða með tónlistin á hreinu á meðan að þú skólar niður Guinness sem verður á 800 krónur allt kvöldið. American Bar, staðurinn þinn. 2 grjótharðir og 1 túnmjúkur í FM 95 Blö. Sitting eyes wide open behind these 4 walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það Steindur Junior, Auður Blöndal og Egill Gils með ykkur á þessum glæsilega föstudagsstrákar 17. mars og það svo mikið vor í pungi að það vilsa. Veistu hvað gerist á laugardaginn? Núna morgun? Já. Hvað með það? Þá er ég búin að rættur að taka í vöruna í 3 vikur. Ok. Nýtt koncept hjá Blöð? Já, ég mun aldrei taka aftur. Af hverju? Það er ég búin að býta í dýni. Ég reyndar á að tyggja eitthvað tyggjó og ég hann háðari því heldur ég á nokkuð tíma myndtóbaki, en það svo annar mál. Það næsta skref að losa mig við tyggjó. Þú getur ekki haft á reglu bara að fá þér í vöruna þú ert að fá þér í glas. Það er ekki hægt. Ég ætlaði einu sinni að gera það. Það er ekki hægt það? Nei. Það er dött. Þú færði svo bara aftur. Það gengur ekki. Þú verður bara hægt alveg? Já, það er líka bara komin, þetta viðbjóður, ég nennis ekki. Þetta er fínt. En það komið að spurningakeppni Gilsarans. Ok, þetta hvað var þetta aftur? King of Drama Queen. King of Drama. Já, þetta King of Drama King. Já, við erum jafnlíklegir. Drama Queen. Við erum jafnlíklegir. Við eigum að til að gera úrvald og mýflugum. Já, mér mín persónulega skoðun, Steindi, að þú séð aðeins meiri dramadrottning en ég. Eða dramakongur, eins og það kallast. Ég ætla að segja speil. Speil? Bara því ég að segja. Já. Hvað, ertu að búa til nýja skrifstofa fyrir þetta? Herðu, hvað er að gerast þetta? Þú ert með tölvu, út með blað, út með penna. Akkur ertu skokkandi í þennum? Hérna er penni. Hann er penni. Herðu, ok. Þetta samt eitthvað, maður vill ekki vera, ef maður dramadrottning eða dramakongur, ef maður þá ekki svona nettur vælikjóð, vill maður vinna þetta? Nei, alls ekki. Það er allir vinn sem smá drama queen. Já, ég veit það, þetta er ekki eitthvað sem hún vilt eitthvað bara vinnir þess að segja, hvernig er þetta? Það er rosalegu dramadrottning. Ég hef verið meira kvíðin fyrir þessum spurningkemnum, sko. Það hafa oft verið verðið titlar. Þessi, sko, það er ekki engin óþægileg spurningarna. Það eru vanir að fá, þetta er bara mjög basic. Þetta er ekkert eitthvað svona, hvað mennur að gera. Engin dónaleg. Ok, glæsilegt. Ég fíla það. Þannig að, sko, já, það er engin trailer þannig að það er bara að fara beint í þetta, ekki? Já, eða ekki. Ef það er eitthvað í gangi í lífunniðinu, sendur það þá á nokkra viniðina nánast á sama tíma? Það fyrir eftir, hvað áttu við? Hvað er í gangi í lífunniðinu? Það er eitthvað í gangi, sem bara eitthvað, þú veist. Eitthvað vesen. Þú ert að gera eitthvað. Við erum búin að gera eitthvað af mér, eitthvað þannig? Já, eitthvað af þér, eða bara eitthvað spennandi framönda. Sendur það á nokkra svona? Já, ég er alveg 3-4 glugga í gangi á Facebookinu og senda það á nokkra? Nei. Jú, ef það er eitthvað að gerast, ég hugsa að ég verði að segja nei. Ég gef blöð punktana. Ég er ekki vanur að fara á Facebook og hendi 3 mismunandi glugga hvað ég er að gera, hvað ég er að fara að gera. Það var eitthvað spennandi framöndan hér? Nei, aldrei. Hvað á ég að gera? Á ég bara að opna glugga 1, 2, 3, 4 viðbót og segja, herru guys, ég er að fara að gera þetta. Heldur ég sé að gera þetta svona eða? Hann var að spyrja því.
Er þetta meina þetta svona? Nei, bara þú veist, ef þú eitthvað í gangi hjá það, segjum bara, þú veist, þú var að gera... Ég kefti mér íbúð, þá sagði ég nokkur frá því. Já, ég segi til dæmis, það er bara það, þú veist, það er bara blöfa punkt. Alveg svo þú gerir þegar þú keftir íbúð, lestu bara með við það, eða? Nei, því ég bara, kannski ef ég hitti eitthvað svona, ég var ekkert á Facebook að opna glugga. Þú hringdir í mig? Já, kannski hringdi. Hringdi pottet í eitthvað fleiri? Já, ok, þannig að þú lígur bæðið þegar þú vilt fá stig og svo lígur þú vilt ekki stig. Nei, ég vil stig, ég vil vinna. Hann viljast vera nokkuð rólegur yfir svona Steinþór, sko. Ég er mjög rólegur. Ég beinti spurningu 2. Væluru yfir því á veitingastað ef maturinn er ekki eins og þú vilt hafa hann? Nei. Ég var með þess að tala þetta bara við einhvern, bara í fyrra dag eitthvað. Ég kingi öllu svona strax, og ég byrgi það inni. Eitt dag mun ég springa. Ég er líklega til að segja ef að vinur mig frá kvart að segja hann er að fíblast, þetta er alltaf aðeinslegt. Já, ég er bara svona, þetta er einhvern veginn svona... Ég lendi þessu með Atla hérna sem var með okkur í strákunum. Hann er hræðilegur, sko. Kvarta mikið, það er bara alveg sama þegar hann fór með okkur í fríka úti og svona, alveg, en ég gerði tekinhrekk með honum, munið ekki eftir þá lét ég þjón vera dónalega við hann. Já. Nei, ég bara horfa á okkar, þú veist, ég myndi horfa bara í væringstaðar að borða og hann myndi missa bara kartöflunni í gólfið og setja hann aftur á diskinn bara, ég myndi örugglega ekki segja neitt, sko. Ég bara skilja að geta þessu kartöflu. Fyrir Blondell, næsta spurning, ofhugsaðu allt saman? Já. Þetta var létt svar fyrir mig. 2-1 þarna. Þegar þú ofhugsa, þannig að kannski... Ég ofhugsa ekki allt saman, en ég ofhugsa hluti. Það fyrir margar hringi með. Það er eitthvað í gangi í lífinu og þið endur hvað sé að ofhugsa hlutina. Algjörlega, sko. Ég stundum bara allt í einu, ég búin að ímynda mér að fólk sé búið að segja eitthvað að hún sagt að þeir eru of langan hring, sko. Það fylgir ótt að vera að drafa. Já, en þetta fylgir líka, þú veist, eins og í gríni og svona, þú ert að skrifa grín. Þá ertu með eitthvað, segjum að sett bara skrifa eitt skets. Þá reynur að máta allt á hann. Skoðar alla hliðar og jæri, veist hvað við? Þetta hendar í útla margt, en þetta smitast svolítið mikið í lífið hjá mann líka. Maður er ofhugsar allt og pælir í öllu þegar er bara eitthvað mjög einfalt í gangi. Smá drama queen feelingu þarna. Algjör drama queen. Hefur þú búið til playlist það út frá því hvernig skapið þú ert í? Nei, ég held ég hef bara aldrei búið til neitt playlista. Nei, þegar ég gerði Cozy Blue þá var ég ekkert eitthvað í einhverju slæmu skapi. Nei, þú ættir nú að fá 10 stig til að því þú skýrðir það svona út frá okkur út í ákveðnu svona mood. Nei, ég hlust á hann þegar ég er ákveðnu moodi. En hann var ekkert gerður að því ég var einhver ákveðnu. Nei, þetta er nei hjá mér. Það? Já. Þetta er rosalega, býtu, þetta er playlisti sem þú notar þegar líður Ég gerði Party Blue og Cozy Blue á sama tíma. Hvað var ég þá bæði í party og cozy stemmingu? Ég vil fyrst mér finna og þetta heitir Party Blue. Cozy Blue, við höfum farið yfir þetta áður. Það er æðist. Party Blue og Cozy Blue. Get ég sænað minn á Party Blue? Já, ég er samt Leggur þú minni metna í hann? Já, ég legg mikið metna í Cozy Blue. Ok, það er ekkert Ég ætla ekki að adda Cozy Blue. Mjög þægilegt, ég nota oft í ræktinni með þess að þó að sé rólegt. Cozy Blue í ræktinni? Já, weird. Pirrastu ef einhver hellir niður einum dropa heima hjá þér eða lappar hann á skónum? Nei, ég er ekki snirtið frigg. Nei, en þú veist, maður segir það bara Ef það snjór úti, já. Maður segir, þurrka þetta upp, maður. En það er náttúrulega eðlilegt, þú veist, ef ég helli niður hjá einhverjum, þá fer ég og þurrka upp. Segir ekki við að þurrka þetta upp? Nei, maður þarf þess ekkert. Þú veist, þú fer ekki bara manneskjan og... Passar að vera með góða innkomu þegar þú mætir til dæmis á árshátíð? Góða innkomu, hvernig þá? Bara the entrance, þú lappar inn á árshátíðina, mætir og svæðir. Já, bara hendur upp kasturum og... Nei, bara þegar þú mætir. Nei, bara... Ég passa það smá, sko. Já, passa það smá, hann passar alltaf að koma of seint en allir það gett í þeir eru ekki saman innkomu þú lappar hann á árshátíðina það er ekki, að vera sent tengist ekki neitt mér finnst það meira þess að eiginlega að vera astnalegt að koma seint, sko. Ok, það var bara allt astnalegt í lífið. En þú vilt góða innkomu, þú lappar inn. Ég vill ekki endilega, ég er ekki að tala bara eins og Woody Harrelson í Kingpin þegar hann tók bara pítsusneið og hefndi fellu og gefa nokkur félum high five og svona steindi mættur. Kannski ekki alveg, en ég væri samt alveg til í, þú veist, ég loka bílnum og spegla mig í bílrúðunni svo labba inn. Ef við ekki orðað þannig. Ég er ekkert íktar en það. Þetta er mjög spennandi. Ertu duglegur að fagna litlum sigrum í gæsalöpum í lífinu sama hversu smávægir þetta er? Fagna. Það þarf að fagna. Já. Hvað eru litli sigrar? Já, bara svona svo, þú veist, kannski ég veit ekki, kaup íbúð eða... Ertu að tala að ég fór á fyllir yfir ekki eftir íbúðina? Er þetta skott á mig? Mér finnst það ekki lítill áfangi. Nei, bara, þú veist, það er eitthvað í gangi. Það er ekki lítill áfangi að kaupa íbúð.
Sérstaklega ekki að þú ert að kaupa þína fyrstu íbúð. Þá ættir alveg að bara fagna. Bara svo að hlustundu vitið, þá var Egill að skjóta mig að því að fullur í síðustu viku á virkundegi að því ég náði að kaupa íbúð. En eins og markaðurinn í dag, þá var ég bara með fegin að þetta væri búið. Alls ekki skot. Nei, ekki. Nei, þess vegna sagður bara hverju litli sigrar. Bara eins og kaupa íbúð eitthvað svolítið. En lítill sigur, það getur annað verið, annað dæmi. Finnst eitthvað annað sem ég geri. Þetta er skot á mig. Bara svo hérna, þú veist, kannski að klára að taka upp seríu. Að ná að klára ég mista góða punktur. Ég fagna öllum svona sigurum í lífið minni. Það er punktur á blöð hana. Steinda líka. Ég fagna, ég fer ekki á barinn. 3-3. Ég hugsa inni með djúvillir ánar að búa með þetta. Heldur upp á afmælið þitt á hverju einasta ári og finnst það fárlega mikið big deal? Já. Nei. Það er punktur á blöð. Og bara skammast mér ekki til það. Steinþór. Nei. Hann hélt ekki upp á 30-sammælið sitt. Ég hef aldrei vitað næst. Og veistu á hvaða degi 30-sammælið hans var? Laugardegi. Ég átti ekki til orð. Sko, málið það er enda mjög, ég verð að gefa það er enda weird. Þrítugur á laugardegi. Ég veit hann er enda með svo miklu aldurskomplexa. Nei, ég er ekki með þá. Ég sko, kannski smá, nei. Þú veist ekki einu sinni 5 félagar í rautt og steik? Nei, sko, málið það. Ég er, sko, já, það mikið að einhverjum partívinum. Eins og til dæmis Auðablöð. Ég er alltaf í einhverjum ammælum. Það er allir að halda upp á allt. Þegar ég á ammæli þá langar mig að ég er bara þannig jú, alveg gaman að halda ykkur að veislu, ég mun alveg gera það en mér finnst rosalega gott líka að vera bara take the day off sko. En svo þú Egill, manstu þegar síðan heilt þegar það hringdi þig og spurði til dæmis bara það varstu 28 ára eða eitthvað þegar ég spurði hvað var gamall, þú sagðir alltaf fertur það stóð 40 ég sagði daginn, ég man ekki hvað voru ég sagði bara, Steindi, þú ert að vera fertur ég er ekkert að vera fertur, 30, hann er hrættur við aldurinn, þess vegna held ég hann haldi ekki upp ammæli. Kannski er ég bara búin að greina þú veist þetta ekki, en Blöð er bara búin að greina þetta. Ég er 5 ára yngri því. Nei, út 4, þú fættir 84. Já. Þetta er alveg svo Sveppið 3 árum eldur en ég og ef einhver sagði að við varum jafnaldrar þá veit ég ekkert, nei, við erum ekkert jafnaldrar. Það er 4-3 fyrir Blöð, þetta er mjög spennandi. Síðast spurningin er, þegar þú ert í hóp, getur þú vinahópur eða hvað sem er, viltu þá vera miðdebill athyglinnar? Nei, en ég var það. Einu sinni? Ég var það aldrei verið það. Áður en að, orðan þannig, ég hef verið athyglisjúkur allt mitt líf og áður en ég fekk athygli þá varði ég að fá hann allstaðar sem ég fór en í dag þá svona eins og systir mín, hún var ég að Blöndal hún orðaði þetta ágætlega, ég fæ skamtið minn í fjölmiðlum, þannig ég þarf ekki þess athyglisíki annar staðar sem ég er. Steinda, þegar þú ert eitthvað staðar sem út að borða kannski með einhverjum 5-6 æskufélagum, þarf þú ekki að vera gæðin segja allar brandarinn og allir að benda og hlæja og gefa hræfa og þetta er bara í hotni bara einn bara að halda þetta kjafti. Já, þú ert sko Dekki the class clown. Frekar Steindi en ég þarna. Varst ekki the class clown og yngri? Jú, ég var það sko. En máli er að þú veist maður vinnur við þetta. Þú ert bara með viniðunum út að borða þá ertu alveg, það er alveg fínt ef einhver annar er í því líka sko. Það er engin en ég er alveg fáiði staðin núna þá er Blondell King of Drama Queen. Já, fuck it, ég skal taka að mig ég er drama queen að ég heldur på ammál mitt og fagnar litlu sigurum í lífinu. Já, og líka nei, það var nú fleira allar sem þú varst að segja já þú lögst líka. Nei Ertu ekki örugglega með á hreinu að þú sparar 2000 krónur á hvern miða í The Color Run by Alvogen ef þú kaupir miða í hlaupið í marsmánuði? Tryggðu þeim miða í tíma, uppselt 2015 og 16. Það eru Alvogen, Toppur, Ford, Under Armour og Lenovo sem bjóða upp á The Color Run by Alvogen. Miðasala á miði.is. Protein Balls eru ljúffengar próteinríkar hrákúlur. Þær eru án viðbætt sykurs, glúteins og soja. Veldu þitt prótein og bragð. Þú finnur Protein Balls í öllum helstu matvöruverslunum. Coca-Cola og Domino's kynna stórmyndana Power Rangers. Frá þeim sömu og færðu ykkur Hunger Games myndirnar kemur inn flottasta mynd ársins hinna mögnuðu Power Rangers. You must become those warriors. Heimsfrumsýn 24. mars í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Nú er 20% afsláttur af Boss háþrýstidælum. Biko, gerum þetta saman. Bókaði djús dag á Lemon. Lemon 6-pack. 6 sólskin í glasi djúsar á aðeins 3.990 krónur. Fullkomin fersk hressing yfir daginn. Pantaðu á veisla@lemon.is. Hvaða motta ætli fari mér best? Zappa eða Super Mario?
Veldu þér lykilviku í mars á ob.is. 5 krónur á lítranum til Mottumars og 13 króna afsláttur til þín í heila viku. OB og Mottumars. Það lítið mál að fylla grænmetiskvóta dagsins. Fáðu bara Green Mile og Joe and the Juice. Avokado, epli, lífræn sítróna, spergilkál og spínat. Joe and the Juice. Allt frá Galtarvita suður til Gíbraltar, Evrópa að farast úr spenningi. Vinnur Melanie, Ahmed eða þú? Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Ertu of latur til að fara út í búð? Farðu á fitnessport.is og veslaðu þar, on the line. Æ, fekk bílinn endurskoðun. Leitaðu til okkar, bifreið.is. Þínir menn í þýskum mararhjöldum. Ferskur matur sem hressir þig við. Serrano. Fresh, happy, Max. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Það hár rétt hjá þér. Já, og það rétt við þessum mestar að það Keiluhöllin sem færir ykkur FM 95 blöð og þeir eru með Gunnar Nelson í beinni útsendingu annað kvöld. Það var allt vittlustar. Þeir ætla opnun á Shaken Pizza og þeirra Gunni slæst. Þeir fyrir einn á öllu á barnum og þannig að það er stemming. Ég svitna allstaðar þeirra slæst. Ég á svo erfitt með að horfa. Hjartað á mig fer á fullt og hvað þá á morgun þegar við erum ásatíð og það eru konið nokkur ofan í mann sko. Já, maður getur gjössalega tjúllast sko. Herru, það komið að brakandi fesku íslensku slúðri. Fíla. Það svolítið þannig. Það búið í smá pásu. Það búið í pásu og það búið að margt búið að gerast, get ég sagt ykkur. Ég get lofað ykkur því. Það margt búið að gerast og inboxið hjá mér gjössalega fylltist og já, svona kannski þessi stóri móli sem allir að bíða eftir. Hver stóri mólin í slúðrun í dag? Það Daði. Daði? Já, Eurovision Daði. Ég fíla hann maður. Og ógeðslega flott lagi hans. Ég fíla hann líka og mér finnst lagi hans æðislegt og allt það, en mér finnst performansið skemmtilega en lagið. Já, en málið það að Daði ekki allir sem hann séður. Sem að minni mig líka það að Egill sem er átt að vera okkar Eurovision sérfræðingur sagði að þetta væri tveggja laga slagur og skeist á þig. Top 3 rétt. Hún sagði þetta væri á milli. Ég sagði Daði, Aron og Svala. Já, þú getur breyttið núna. Ég get farið á fundu upptöku sem sagði þetta væri annarkvært Aron, Hannes eða Svala. Já, en ef ég spurði út í top 3 þá er ég með top 3 rétt. Ég var með skeit með annað og 3. seti. Daði vann rosalega á lokakvöldinu. Já. Góður að svara fyrir sig og skemmtilegur og það stóð sér vel. Kom ekkert óvart að hann var svona ofalega. En byrju, hann í slúðrinu núna, Daði? Já, og skeit hann eitthvað? Já, hann bara ekki allir sem hann séður. Nú? Það bara því miður þannig. En hvernig hann séður? Hann séður sem svona bara nettulla, eða ekki? Jú, hann það. Hann þannig. En já, ég ætla að byrja þetta svona. Það náttúrulega, ég ætla að stökkva hans yfir inngangina. Þekki allir Daða og vita allir að hann var í Eurovision og þekki allir lagið hans og hann æðislegur. Við erum ekkert að efast það. En þegar það var tilkynnt hvaða lög kæmust í undanúrslitin. Já, í tveggjalega og það var hann og svo var það lagið Paper með Sölu Björgvins og þá kom svona, svo fóruði baksins eftir það var tilkynnt og svona, þá kom einhver skarfur í hann, einhver búki þá fór hann að vera í Daða? Já, þá fór hann að vera, þegar Aron Hannes komst ekki í undanúrslitin og þá gekk hann á Valla Sport sem var umboðsmaðurnas Konginn? Já, Konginn og þú eru pottitt með hausverk alla helgina sann. Þú eru pottitt með hausverk alla helgina, Valli. Þú bjóst ekki við þessu. Það var allir svona, wow, þetta er þetta að koma förðulega á Daði, akkur er hann Býttu hvað því að Valli var með hausverk Já, við sjónvarsþáttinn, hann var að reffa þetta í sjónvarsþáttina þú eru með hausverk alla helgina, Valli yfir þessu og Valli svona, já, þetta var flott eitthvað svona, já, þetta var flott Já, gerði lítið úr þessu Já, gerði bara lítið úr þessu og svona og það er ekki nóg að skella stráknu bara ykkur þrönga leðubuksu hann þarf ekki að performa líka er það ekki, Valli? Ég meina, er það ekki? Og þetta var svona rosalegt ólíkur Daða Já, það var svona Var hann svona? Já, hann var orðin svona nett kokki, Hún var svona vesen á honum og svo hló hann, í andlitið af Valla, Það er illa gert Já, og svo rauk hann líka í Sölu Það fór í taugarnar á honum Hvað hún var búin að vera Já, hann var að markasetja sig náttúrulega sjálfur á Facebook og svona En hún líka Býttu hjólaði hann það bæði í Valla Sport og Svölu áður en á tilkynnt hver myndi vinna? Já, hann hjólaði í hana Hei Svala, viltu ekki bara henda þér í carpool karaoke réttur í keppni? Nælega er nokkur auka stig þar, viltu ekki bara bjalla í bó pappaðinn? Bjalla bara í bó, láta peppa þetta rugglið, sagði hann
Facebook að hendi einhverja grein, einhverja viðtal á Vísi. Tala um þig. Þið var eitthvað reiður? Já, var svona púki á honum, var svona vesen á honum, sko. Og svo þegar það var tilkynnt, sko, þegar hún Svala vinnur keppnina og þá bara officially vann keppnina, þá bilaðist hann bakvið. Nei. Jú, þá bilaðist hann og þetta kom öllum svolítið á óvart. Já, ég trúi sér ekki á hann. Hann bara braut allt og bramlaði og svo fer hann inn á bað og byrjar að hendi hann svona skeinipapir. Klósettpapir, viltu ekki bara skeina þess að hann? Viltu ekki bara skeina þér? Því lagið hennar heitir Paper. Hann var að gera það. Ég ætla að gefa ykkur öllu lopapeysu sann. Þið getið gleymt því. Þið fáið ekkert einhverja svona daðapeysu núna. Og hann bara bilaðist og bramlaði og kildi hluti og þetta var mjög ólíkt honum. Og hann var bara að vísa út. Ég ætla að gefa ykkur öllu lopapeysu. Já, hann ætla að gefa öllu svona prjónapeysu, svona daðapeysu, sko. Sem eru flottar. Það eru fínar, já. Þannig að þetta sko, hann ekki alveg allir sem hann séður. Nei, þetta er skellur þeirra. Það ekki allir vinir backstage Eurovision, sko. Þannig að þú heldur þetta sé satt hjá honum. Egil veit það. Já, ég veit nákvæmlega stemmingin. Það ekki allir eitthvað skála, ég vona þau gangi vel og... Nei, það er kannski smá munur þegar Daði, Svala og Aron Hannes, allir svona með full FM og almennir tónlistamenn að keppa eða þú eða Friðrik og Ómar að rífast eins og vestu, ég veit ekki hvað það baksvið, sko. Það var ekkert allar Eurovision keppnir eins og þú og Friðrik og Ómar, sko. Rifust þið baksvið? Það var enda rosalega í viðurkenna. Já. Rifust þið baksvið? Já. Hvað sagður við hann? Hvernig þá? Ég sagði hann að eat shit og hann sagði mér að ég þópi raskat á mér og þetta var bara basic beef. Basic beef? Og séðan var líka proppi og... Hvað sagði hann áttu? Glimur hægt í tómri tunnu? Já. En átt að segja bilur? Haff líka þarna. Og síðan þú veist, þetta var celebrity keppni, sko. Þannig að þú trúir þessu upp á Daða? Finni og Dr. Spokkur alltaf voru hann að líka á þessu úrslitakvöldi, sko. Það voru 4 mjög Það er kannski einhverjir að hlusta núna sem halda nafnilega og setja að búa þetta til bara eins og oft aður. Að sjálfsögja. Nei, ég trúi þessu. Þið viljið ekki rífa kjafti Dr. Spock, menn. Það er vesen. Þeir voru nokkuð slagir hérna úrslitakvöldinu, sko. Já. En þeir voru samt að segja mér halda kjaftið og eitthvað. Já. Ég meina að þú fer að bugga Finna eitthvað, þá endur það bara í skott á bíl, sko. Já, slepptu því. Herru, þá er það næsti móli og það er nú góð vinu þáttarins. Það er engin annar en Ívar Guðmundsson. Wow, Ívar Guðmundsson. Já, ég veit að hann er mikill aðdáandi þáttarins líka. Já, hann hlustar alltaf. Já. Segðu mér stundum með eitthvað gott slúður um hann. Nei, því miður, hann er í bölvuðu vesinni. Ok, slepptu það að segja. Nei, ég vil ekki heyra eitthvað. Þetta er bara slúðumáli. Vesson Ívar Guðmundsson. Hann fór í gimmið í morgun og Shocker. Já, var að taka backpressu og missir hann á hálsin á sér og hann er dáinn. Steindi, hættu þessu. Það er bara Nei, svona grínast. Herru, ég var að reyna að bjalla á hann svaraði ekki. Ívar Guðmundsson sprelli Hvað heldur þá að sé dauður af því að hann svaraði ekki í síman? Nei, ég meina, ég var að fá þetta að segja. Akkur það, nei, þetta er, veist það, núna Ívar Guðmundsson á lífi. Já, ég lofi ykkur því. Þetta er líka bara svo ljótt að segja. Þetta er bara eitthvað sem ég var að fá sent. Já, hvað, hans er dáinn, en ef að fjölskyldan hans er að hlusta. Já, meina, þetta er skellur. Og hvað er með þig og bylgjumenn? Og töframenn? Já, bylgjumenn allir dánir og töframenn er alltaf einhverju vesen. Ekki setja bylgjumenn og töframenn undir sama hattin, það er ekki hægt. Það má ekki. Herru, þá er það þriðjumóli og það er engin annar en, Aron Kahn. Ok. Það er Aron Kahn. Við vissun á honum? Já, það var smá vissun á honum. Hann er stattur í New York, nýkomin heim. Og þar var hann með frúnni og þau fóru þarna í Tivoli. Og það var, hann lendi helvitis vissun þar af því að hann mátti ekki fara í fallturnin. Nú. Hann bara, af því að það þarf að vera orðin ákveðið hár og nógu gamall til að fara í Þetta að segja Aron Kahn að ekki komist til fallturnin út af hæð. Hann brjálast. I'm a superstar in Iceland, sagði. I'm a superstar in Iceland. Sýndi en gull, hringina og I promise I can handle this, son. I promise I will not fall out. Þetta er rættu sem ekki bull. Komst hann ekki í fallturnin? Þú lætir hans þessu 1.40. Hann er ekki það lítið. Komst ekki börn í fallturnin? Jú, hvaða kjaftað er þetta? Hann komst í klassubílana. Já, frábært. Þetta var slúðupakki dagsins. Glæsileg pakki. Ég trúi engu í slúðupakkunum. Fullt í klassubílunum. Og hvað þá að þessi hérna drengur hafi verið brjálar. Hann er yndislegur, fór á kostum og er orðin bara svona nýjasta popstjarna Íslands. Hann heitir Daði Freyr og lagið heitir Is This Love og það er geggjað. And time standing still. Þessi drengur gerir vist allt vittlust baksins. Já, ef að þetta er satt hjá Stilda Juniors. Já, hann ætla samt að taka það fram að ég er í tím Daði. Ég dýrka Daða. Já, bara vesen honum baksins. Egil, varstu sáttur sem svona Eurovision sérfræðingur okkar FM 95 Blöð? Varstu sáttur úrslitin?
Já, ég mjög ánægð með, sko, Svala líka, sko, heyri lagi í útarpinu, gott lag, en sér hann á sviðinu og þetta verður allt miklu flottara. Já, hún er að performer. Já, hún er, sko, málið það að, bæði Daði og Aron og svona eru ungir og flottir listamenn, voru komið nýlög, nú veit allir af þeim, þeir fylgja svo eftir. Aron, hann er frábær líka. Já, þetta var geggja hjá þeim, en hún var með svona kannski, lagið hennar kannski hentaði Eurovision mest. Og sko, ég líka elska það að heimurinn hefur enga trú á okkur í þessari keppni. Ég sé við komum bakterið með innan inn og gerum góða hluti. Hefur ég held að lagið verið svo peppað úti? Já, þú veist, það er stuðl 51 á Ísland, 262 á Ítali, þú veist, við erum... Reyndar er ítalska lagið rosalegt, sko. Þú veist, við erum sangað þessu bara í 18. sætið eitthvað. En við ættum að komast upp úr riðli. Málið er samt, ég veit af hverju ég held að þessum, sko, hann að setja stuð 51, út af því að það sem er að stuðlað, þeir eru að hlusta á þetta bara á YouTube og svona, þegar þú sérði þetta live, þá er svona, wow. Já. Þannig að sko hún ég held að fara ennþá lengra með þetta í hvernig í Kína. Já, þú komur á stóra, þannig að sko það er verið að vann með okkur Íslandíka þannig. Ég fíla það. En hvað varstu þú varst að segja your greatest honor in life var að rætast, sem veist að þú átti ekki að vera að segja þetta upp átt, sko, þetta er svo asnalegt, en ert þú sérst að fara að spila með Basshunter? Það er sérst að, já, svona, ég myndi segja að þetta var einn af mínum, já, ég seti þetta fyrir ofan að hita upp fyrir Guetta, en þetta eru litlu sigurarnir. Muscle Boy sem er slowly becoming a man hitar upp fyrir Basshunter og Sverri Bergman verður með mér á sviðinu. Ég er eiginlega að ráða Sverri Bergman fyrir David Guetta heldur en nei, því miður Basshunter. Sko, hann er bara bakvið, hann er bara með headphone, veist, Basshunter er syngjandi gutt sitt lög, sko. Ég hef hitað uppi fyrir David Guetta. En málið er að DJ Donut fær risatækifæri, DJ Donut, Richard, já, hann hitar upp á spot og í sjallanum. Hann kallast ekki DJ Donut? Já, það er DJ-nafnið hans mun verða DJ Donut, hvort sem hann vilja það ekki. Og ég ætla að benda fólki að það, miðasæla hún er hafin á miði.is og ef þið farið á Facebook síðuna mína Egill Gils og þá er ég að gefa þar flöskuborð og tickets, takkið þátt í þessari veislu right now. Steindi, þú mættir velja hvert sem er í heiminum til að hita upp fyrir. Já. Hvern myndir þú velja? Þá er að tala um tónlist. Já, bara hver sem er í heiminum er að koma og þú ættir að taka, veist. Ok, ekki samt, þetta á ekki að vera eitthvað svona, ég veit að Jammy kvöld og þetta er allt svona einhver grínlög, en ímyndaði bara að þú værir alvöru tónlistarmaður og ekki það Egill sé tónlistarmaður. Ef þú væri alvöru tónlistarmaður, hver var draumurinn að hita upp fyrir? Ég held ég viti mitt. Ég myndi halda að væri, ég myndi alltaf velja gömlu hetjuna mínar. Ég myndi segja Wu-Tang eða Jay-Z eða einhver af þessum köllum, sko. Ég myndi velja Eminem, held ég. Já, hann getur komist. Ég myndi leita upp mér í Hönnu. Já, og í Hönnu. Það væri okkur champagne eitthvað baku. Já, ég væri þarna, sko. Það væri good shit. Hér eftir smá stund, það eru, já, Sturlu staðreynd eða flottaskítur og flottulagakeppnin, svo eitthvað sé nefnt. Komdu og fáðu þér ferskan Jójó ís núna. Jójó ís, Nýbýlavegi 18 og Egilsgötu 3. Sött án samvinskubits. Kúliakan, Suðurlandsbraut 4. Beint af bíli, beint úr bílskúr, beint í mark. Kólaportið fullt af fjöri og ævintýrum. Lifandi markaður í miðbænum. Hæstavörur í miklu úrvali. Verslanir Líflands. Parmasamloka í þinn kröstbrauði með tómutum, serrano skinku og pesto. Aktu taktu. Samfilm kynnir eina vinsælustu mynd Disney frá upphafi. What if she is the one who will break the spell? Beauty and the Beast. Who's that? I feel it in your heart. Beauty and the Beast, komin í bíó. Öll gæludýr hafa sérþarfir. Við hugum að þeim. Royal Canin. Við á Walk-On eigum ekki djúpsteikingapott. Walk-On, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Feirinn hér í FM 95 Blö. Við erum í Fantagíru búin að vera í allan dag, vonandi þið líka kæru hlustendur. Já, ég er með allt hérna opið strákar. Ég sé hérna Leonsi er í nágrannadeilum. Leonsi, hann var ekki fyrsta sinna. Hún er komin í það. Já, myndum ekki bara að selja. Algjört vissin. Það er svo spurning. Það er komin að Sturlu staðreyndum. Er þetta Sturlu staðreyndi eða hrossaskítur? Já, við erum þar. Við erum þar og já, það er keppni eins og alltaf. Þetta er búið að vera nokkuð jafnt hjá okkur. En það eru 5 spurningar eins og alltaf. Og eru þið tilbúinir það? Já, klár. Ok, fyrsta spurning. Kolkrabbar eru eldri en risaeðlur.
Kolkrabbar. Sko, þeir líta út fyrir að vera drullu gamli, sko. Já, þú náttúrulega heyrðu að marga. Nei, bara svona þeir eru stundum, sko. Ég sagði heyra í þeir stundum. Þú hefur aldrei séð kolkrabba. Lítu út fyrir að vera drullu gamlir. Rugglaðan. Kolkrabbi? Veitu, okkur hef ég ekki séð kolkrabba? Þeir hafa verið þá stærri, eða ekki þegar voru... Já, bara er þetta störðlu starrandi ekki? Eru kolkrabbar eldri að risaðli? Ég var alveg séð kolkrabba. Já, til að mikið. Nei, varst ekki að segja það? Og virka hann alveg geðað gamalt, bara eldri risaðla? Já, þú veist, þeir virka svona, þetta eitthvað svona dót sem í sjónum með fullt af löpu, þetta getur vel verið að þessi búin að þróast svona... En þú veist að kolkrabbin sem þú sást, hann er ekki búin að vera lifandi síðan risaðlunum voru uppi, sko? Nei, ekki ságauður, sko, en svona þeir... Það er smakka kolkrabba? Sko. Já, ég er smakka kolkrabba. Skrítin á bræðin. Sko... 50-50 spurningi að Blondale hana. Já, ég ætla bara að láta þig svara undan Egill. Þú færð svarið rétt inn. Þetta er bara 50-50, þetta getur vel verið að... Það eru alla 50-50, sko. Þetta er já. Þú segir þessi störðlu starrend. Já, ég ætla að segja að þetta sé að frossaskítur. Þetta er störðlu starrend. Kolkrabbar eru eldri en risaðlur. Mér fannst það svolítið merkilegt. Jöfnvellin, maður. Finnst ykkur ekkert merkilegt það? Þetta er bara ég að það? Jú, það er... Ég meina, þú veist, það er langt síðan að risaðlur voru að skottastum. Há rétt hjá þér, það er mjög langt síðan. Er ekki kakkalakkin eldri en bæði? Alice Cooper passaði Keanu Reeves þegar Keanu Reeves var krakki. Hvað var Alice Cooper að nenni, ja? Já, passa hann Keanu Reeves sem barn eða ekki. Og svarrétturinn fyrir frá þig, Steinþór. Mér finnst svolítið sérstakt þegar fullorðnir karlmenn eru badfóstur. Ég veit þetta eru fordómar. Já, þetta er ekki þetta með fordómar. Já, mér finnst það. Ég frekar segja verið sérstakt að Alice Cooper var að passa barnið þitt heldur en að bara karlmenn. Hefur þú séð Alice Cooper? Já, það væri nefnilega, ég myndi... Hann beit hausinn af leðurblokka á sviði, sko. Já, ég myndi ekki treyst honum fyrir barninu mínu, sko. Nei. Ég vorða það þannig. Það er þetta fáið sem þú treystið þar, eða ekki? Sko, ég veit ekki, Litli Nói? Nei, já, ég meina, þú veist, þeir hljóta að vera eitthvað tengdir. Alltaf það ekki? Það er eitthvað catch, þeir eru skildir. Nei, ég meina, ég segi það, hvernig þetta er alls Cooper. Heldur hann hafi verið með svona auglýsingu út í búð og með svona miða sem getur rifið af. Svo er ég kannski bara... Sér gæta að þetta bara verið eitthvað hestakúkur hjá blöð, sko. Já, nákvæmlega, svo getur þetta verið bara rosaskítur. Þetta er bara svo, þarf það að vera svo steikt til að semja þetta ef þetta er bull. En nema hann hafi verið að horfa á mynd með Keanu Reeves í gær og nýbúinn að hlusta á lag með Alice Cooper áður en myndi fór á, sko. Var ég á John Wick 2 og var Poison á leiðin í bílnum. Já, bjóðana til. Það er ég sé bara ekki Alice Cooper fyrir mig sem einhverja badfóstur. Ég ætla bara að segja að þetta sé hrossskítur. Egill, hvað segir þú? Þetta er störtlu starrend. Það er hár rétt hjá Agli, þetta er störtlu starrend. Þeir eru frændur, það er bara hann. Alice Cooper passaði Keanu Reeves þegar hann var krakki. Þriðja spurning og svarrétturinn fyrir yfir á þig, Egill, og ég vona hlustendur séu í bílnum eða heima á sér að giska líka. Kanínur borða á sér saurinn til þess að halda góðri heilsu. Kanínur borða á sér saurinn til að halda góðri heilsu. Heyrðu þetta alveg? Ok. Borða á sér saurinn til þess að halda góðri heilsu. Þannig að kanínur hugsaður, ok, nú ætlum ég að hugsa my health. Ég ætla að geta hana kúk hérna. Ég ætla að lifa lengur og ég mun geta hana. Það er basically það, takk fyrir að minnskreita þetta svona fyrir. Já, sko. Þetta er líklega mest að kjafta þessu æfinni heilt. Og þannig ég set hestasaur á þetta. Þetta eru kanínusaur á þetta? Já, það er kanínusaur. Sko, hvað eru margar spurningar? Það eru 5. Það eru 5? Eins og alltaf. Eru bara búin að gera þetta í 1 ár eða? Sko, Þetta er svo Egill án, hvað eru að fara í? Slúður sem er búið að vera á sama stað síðan að þátturinn byrjaði fyrir 5,5 ári síðan? Sko, það gefur auðvitað. Ég verði eiginlega að segja eitthvað annað en Egill ekki. Til ef ég á að vinna. Ég er ekki að eima á jafntefli í það. Hvað segirðu? Ég ætla að segja að þetta sé... Þetta er hrossskítur. Nei, þetta er störtlu staðrið. Þú ert svo mikill auðmiki, Steindi. Ég var að fara að segja það. Það ætlar ekki að reyna að vinna. Hvernig dettur þetta í hug? Ég ætla að reyna... Ég bara... Það er svo vitlaus. Nei, þú ert bara vitlaus, Steindi. Hefði ég tapað þarna, þá er ég búinn að tapa á 2 eftir. Já, þetta var sjansinn. Það er ekkert að komast inn í. Nei, ég get jafnað og fengið eina bráðabanna. Þú geta farið í 2-1. Þetta var störtlu staðrið. Kaninu borðu sér kúkinn til að halda góðri heilsu. Ég tar 2 næstu. Rússar djömmuðu svo hart þegar seinni heimsstyrjöldin kláraðist að allur vodkinn tæmdist í Moskvu. Sko, þú ert búin að tjamma helviti hart maður.
Já, þá ertu búin að fara. Það var ekki til vodki. Það var ekki til vodki samkvæmt minni stjórnlegu staðreind eða hrossaskít í Moskvu þegar seinni heimsstyrjöldin kláraðist þá helgi. Þann dag. Ok. Hver á svarréttin? Það Steindi? Já, þeir skvetti í sig, þeir kunna það. Já, það þannig. Rússinn kann það. Rússinn kann það og hérna, ég gaman að rússanum. Ég ætla að segja að þetta sé, það búin við 3 sturlar í röð, það hræði mig. Það lítur að koma að þessum hrossaskít. Það einu sem að baka mig. Ég ætla að segja að þetta sé hrossaskítur. Hvað segir þú Egill? Ég ætla að segja bara akkur döð Steindór. Það hárið eftir á agli, þetta stjórnlegu staðreind. Þetta bara með stjórnlega staðreind. Það 3-0, ég hef bara aldrei vitað en það 3-0. Ég að pakka það saman í dag. Þetta bara djók. Tölfræðilega klikka, en að brjóta reglum, þannig bara með stjórnlega staðreindir. Síðasta spurning dagsins. Það stjórnlega staðreind, ég ætla að segja það. Það eru 4 manneskjur í Bandaríkjunum sem að heita shitface. Stjórnlega staðreind eða hrossaskítur. Hrikalega vona ég. Shitface. Já. Bara Tom Shitface. Eða bara shitface. Mér finnst það sá sem vinnur þessa keppni ætti að fá þetta nikk á sig. Þú veist það setna hann, ekki fyrir hann Shitface. Kannski shit fyrir hann og face. Kannski Scott Shitface eða eitthvað. Þetta er 100% rétt. Þú segir þessi stjórnlega staðreind? Það heit einhver Scott Shitface. Já, alveg bara klárt. Já, bara mér langar það mikið, ég ætla að segja að þetta sé stjórnlega staðreind. Það var allt vitlaust í það Steindi. Þetta er hrossaskítur. Ég bjóð þetta til. Hann náði ekki 1 punkt þessi vitleysingur. Alveg hræðilegt. Alveg fáránlegt. Pakka það saman. Þetta lag er búið að gera allt vitlaust hér á Íslandi. Það heitir Nei, Nei og er með 8. Elskan mín, veistu ekki hver ég er? Ég með þunga followers á Twitter. Yeah, ég og frápúlu hunda. Ég og þeir erum vegan og þetta grænmetið er heimaræktað. Við gætum allt, nú þöllum okkar draunum og listamanna launum. Getur farið hvert sem er, Akranes í Búðardal, væri til í búa þar. Þú ert ekki típa sem að ég með heim. Strákar eins og þú að reyna að spila ekki leik. Þú ert ekki típa sem að ég með heim. Strákar eins og þú að reyna að spila ekki leik. Ég sagði þú ert ekki típa sem að ég með heim. Strákar eins og þú frekar hann þig. Þú ert ekki típa sem ég fer með heim. Nei. Hver er ekki típa sem þú ferð með heim, Steindi? Var þeir ekki drullu sama bara sínum tíma? Ég feina alltaf ekkert með hennum heim. En ég veit ekki hvaða típa þetta að vera. Nei. En já, það er nú eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag. Hvernig er helgin? Það er skellur. Já, þetta er búið að gaman. Þetta er búið að gaman. Fljótt að lifa. Æðislegt. Ég planið helgina, það er árshátíð á morgun. Já, veist það er langt sinn ég verið í að peppar því að ég og þú tókum ákvörðunum að neita öllum giggum. Þannig að þetta er í fyrsta sinn sem við mætum bara í mörg ára árshátíð og tökum allan daginn og svona. Já, það verður æðislegt sko. Það er hápunktur kvöldsins, það er Gunnar Nelson, hann er að fara að slást. Já, hann verður sýndur á árshátíðinni. Og bara ef ég á að segja þetta hreint út, hann er vinur minn og allt það og hann veit að mér þess að sjálfur, hann þarf sigur. Hann þarf að vinna þetta og ekki bara vinna þetta, hann þarf helst að vinna þetta samfærdi. En þurfum við eitthvað að vera að stressa okkur? Er hann ekki að vera að vinna þetta? Jú, ég er full að trúa það. Ég held að klára þetta. Nei, ekki bróf kokki. Nei, ég held að þetta veri hengengi annar lótu en ég vona að hann klára hann í fyrstu lótu. En það verður alltaf, þetta klárast alltaf í gólfinu. E.J. Einarsson, hvað er helginni á þér? Nörðu, það er já, alltaf ársætti því sem 5 og fertu samanlega Heiðar Austmann. Þú ert að fara að kíkja í bæði. Það er nóg að gera á morgun. Já, það er nóg að gera. Og Ríkharð Óskar Guðnason er veislustjóri hjá Heiðar Austmann sem er mjög grófur veislustjóri. Já, þú ert peppaður fyrir því? Ég er nokkuð peppaður fyrir því, já. Já, það má segja það við erum allir rólegir í kvöld samt ekki. Og síðan er Ísa helgi, það næstu helgi Beisöndarinn og þar næstu helgi er slökun og helgin til það er í farin erlendis í óregluförð. Þetta semst það er nóg að vera. Ég segi ykkur einn algjöran viðbjóða. Hvað er með hann? Ég er að fara heim núna og ég er að fara að taka til.
Já, ok. Ég þarf að fara að taka til. Ég get sagt þér meiri viðbjóð, ég þarf að flytja 2 á 3 mánuðum. Toppaði það? Já, ég get ekki toppað, það viðbjóður. Það hræðilegt en vonandi eigið þið góða helgi kæru hlustendur. Við verðum hér mættir aftur næsta föstudaginn eftir viku. Já. Og ég vil minna á að Gunnar Nelson að sjálfsög í Keiluhöllinu. Þeir ætla að opna inn í Shaken Pizza. Það 2 fyrir 1 á öllum drykkjum og þið getið nálgast flöskubor, Smirnoff-börð og 18 og ég veit ekki hvað þannig endilega tjekkja á því í Keiluhöllinni. Eigið góða helgi og bara farið í varlega. Við ætlum að enda þetta á lagi sem er ekki oft spilað í F95 blöð en ef við ekki segja þetta sé old school og töff, hvernig fylgir þetta hérna? Þetta er gamall refur. Við erum í smá reppaki, sko. Snjallar fermingagjafir í miklu úrvali. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Þú býður ekki hverjum sem er með þér á Joe and the Juice. Þú býður bara þeim sem kunna meta fáránlega góða samlokur, svalandi juice og kröftugan shake. Já, og þeim sem vilja bara gott kaffi. Joe and the Juice.